Svona. Þetta 2014, síðasta lokaprófið í RAD 293 og við ætlum að byrja á þessu. Fyrsta tímabil, S1 á og hann tengir hér og S5 á og S4 á. Svona. Og þá fáum við mínusinn á spennumælinum, hann tengist hérna gegnum S1 og í pluss. Plussinn á spennumælinum tengist hérna inn á C og fer þá í gegnum S5 líka inn á plusspól á spennugjafa. Og þá erum við með 0 í fyrsta tímabili. Næsta tímabil 2, þá erum við með S1 ennþá inni og hérna S4 en S6 kemur inn í staðinn. S6 hérna og þá þetta svona. S4 á en við sjáum hérna S1, hann tengist aftur með plussinn inn á mínuspólinn á spennumælinum og svo núna breytist þetta að plusspólinn á spennumælinum tengist hérna á mínusinn á spennugjafann. Þannig að við erum með öfuga pólun. Þannig að hérna förum við með grafið. Hérna komið neikvæð spenna, mínus 400 volt, alveg full spenna. Vegna þess að mínusinn á spennumælinum fer á pluss á spennugjafanum og plussinn á spennumælinum fer á mínus á spennugjafanum. Næsta tímabil, þá það 3. Hérna, það ennþá á, hérna S1 og S3 komin hérna á, S4 af og S6 á. En þetta bara óbreytt. Við erum með öfugapólun, hérna erum við með plusspól og inn á mínus á mælinum og svo erum við áfram með mínusinn á spennugjafanum inn á plussinn á spennumælinum. Þannig að við erum áfram með mínus 400 volt á mælinum hingað. Síðan 4. tímabil, þá skulum við skoða það. Þá fer S1 af, S2 á, S2 á, S3 á, S3 á, S6 á. Ok, S6 á. Þá sjáum við hérna að mínuspóllinn hérna, hann fer í gegnum S2 inn á A-ið, þar sem að mínusinn á spennumælinum og hinn staðurinn á spennumælinum, plussinn hérna, plussinn á spennumælinum, hann fer líka inn á sama pól. Þannig að þeir skamleipast endarnir á spennumælinum. Svo að hérna erum við með enga spennu, 0. Þá fer þetta hérna einustu leið upp í 0. Svona. Svona. 5. tímabil og þá verður einhver breyting. Þá S2 áfram á, S3 áfram á, S á, S3 á, en S5 núna á
S5 núna á, þannig að þá skulum við skoða það, þannig að plúsin á spennugjafanum, hann fer í gegnum S5 hérna niður á séð, niður á plúsin á spennumælinum, þannig að þá núna er komið jákvæða spennu einhvern veginn á spennumælinu vantarlega, því að mínusin á spennumælinum, hann fer hérna í gegnum S2 niður á mínuspólinn á spennugjafan. Svo við erum komin með fulla spennu á mælinn í tímabili 5. Svona. Þá erum við aðtöða með tímabili 6. Hvað er að gerast þar? Þá erum við áfram með S2 á, S2 á og S4 á, S5 áfram á, S5 á og S4 á. Þannig að núna fáum við sem sagt S2 gefur okkur mínuspólinn á spennugjafanum inn á mínusinn á mælinum og síðan er það áfram að plúsin á spennumælinum hann fer hérna í gegnum S5 upp í plúsin á spennugjafanum. Þannig að við erum áfram með plús spennu, fulla 400 volta spennu, rétta pólun á spennumælinn og það er þetta komið. Þá loka þessari hérna, þetta við, þetta svona og það fara hérna yfir í 2010 próf. Þarna erum við með einhverja spennugjafa, spennuregla fyrir rafala og það byrjar á hérna týrstórarás þar sem að við erum með stýrða hálfbylgju afriðun með einum týrstór og þá á að teikna eitthvað inn á myndina og það þarf að passa sig á því hvað á að gera. Stundum þarf að svara því hvað þessi aðferð er kölluð við afriðun, en hérna er greinilega ekki spurt þetta, en hér er stýripúlsinn gefinn við 90 gráður og við höfum að teikna spennunni yfir álagið. Ég hoppa hérna yfir á þetta hér og þá hefur náttúrulega ekki verið sett inn á það, þannig að ég býtum nú við, hérna er yfir álagið, það hér er villa í þessari mynd og þá bara teikna inn á þetta að ef þetta er 90 gráður þá fáum við hérna átt að vera álag, stendur hérna týrstór, við álag þá er það hérna svona 90 gráður og það fer hérna niður í 0 og af því að þetta bara annarkvæð skiptið sem að við höfum jákvæða þá er þetta bara svona og niður í 0 og hérna og niður í 0, þá er bara myndin svona. Ok, síðan er spurt hérna næst eitthvað svo litið hæg, hvaða spenna er það ekki, býtum nú við, reiknaðu spennuna yfir álagið, já, svo líka. Nei, það er beðið útlit spenna yfir týristorinn. Var það ekki?
örugglega í þessu hér. Jú, þetta er þá alveg rétt. Reiknaðu spennu yfir týristorinn. Teiknaðu, inn á myndina yfir týristorinn. Þannig að þetta, ég er bara að rugla hérna. Getum við, svona. Við skulum hérna teikna yfir týristorinn og þá getum við haft þetta svona. Við 90 gráður, það hefur búin að sína báðar lausninnar sem væri hugsanlega og þá er þetta bara svona. Spenna yfir týristor, þá gerist þetta bara hér og svo næst hér svona og síðast hér. Þetta gleru til þess að skoða þetta nógu vel. Svona. Síðan áttu að reikna út spennuna. Þá þurfum við að nota formúluna sem að er þannig að við deilum með tveimur hérna og píinu og sinnum svíin 1 pluss kósins af þá 90 gráðum og þá erum við með 51,77 volt í þessu. Ok, það er komið, það er ekki flókið. Þá er það næst spurningum þessa mynd. Hvað kallast þessi stýriaðferð? Það er þess að fela þetta hérna. Þetta hérna er stýrð heilbylgjuafröðun. Hérna eru 4 díóður, þess vegna þetta heilbylgjuafröðun. Hún er stýrð vegna þess að hér eru við með týristor og að teikna spennuna yfir týristorinn við 45 gráðu opnunarhald. Og þá kemur þetta þannig út að það er nýtt bæði jákvæði og neikvæði hlutinn og ég gleymdi að íta hérna á þetta og þá teiknum það hérna við 45, þá er það svona og hérst er það hér svona og svo framvegis svona og svona. Ok, þetta stefnir allt saman og hvað eigum við að gera svo? Þá eigum við að eitthvað fleiri fyrirmæli hér. Nei, bara teiknaða spennu er við 45 gráðu og það sem við týristor á. Nei, það er meira í þessu dæmi. Síðan hér erum við með brú. Þessi hérna mynd 1.5 sýnir týristorstýringu fyrir jafnströmsmótor sem er notaður í spilkerfum tókskipa. Brú 1 fær stýripúlsa og mótorinn er í mótoravirkni. Hvað há spennu er brú 1 að gefa út með upplýsingar á myndinni. Og brú 1 hún verður að gefa spennu sem er jafn há spönnuðu mótspennu og spennutappinu í snúðunum eða við þurfum að það hérna er 356 volt pluss ströymurinn er 250 ampere sinnum viðnám snúðrásarinnar. Þetta leggjum við þá saman sem er þá 368,5 volt og þá er spurt hér við hvaða gráðu fjölda myndast kveikipúlsinn. Og þá notum við þessa formúlu hérna og leysum út kosinus alfa og fáum setjum 368,5 volt, það er spennu sem er á ferðinni hérna út af brú 1 og deilum með 3 sem er út af 2 sem 400 voltin er 3 fasa reiðspennu stærðin 400 volta spenna reiðspenna og þá fáum við cos alfa 0,6821 sem að gefur okkur 46 eða 47 gráður. Þannig færum við að því. Ok, síðan hérna er
þessi mynd hér úr mælingaverkefni 13. Það var skoðað hvernig þyristor haga sér í jafnspennu og við höfum að lýsa því sem gerist í rásinni þegar að vinnuspenna er sett að rásina og þrýst er á rofan S2. Þegar að vinnuspenna er sett á þá gerist ekki neitt, en þegar að þrýst er á S2, það er ekki örgulega S2, þá verður þyristor 2 leiðandi og perinn H2 lýsir, þá verður T2 leiðandi og H2 lýsir og þá verður C hlaðin upp með pluspól hérna vinstra megin, mínuspól hægra megin og þannig stendur rásinn þangað til að eitthvað annað verður gert, til dæmis þrýstaði sig. Ok, einhver frekar spurning þetta? Það er bara upprifun á þessu. En síðan höfum við hérna þessa mynd og smá útlýsingu á hvernig hérna þessi rás er tilkomin, en það sem að menn kannski átta sig ekki á er að það er ekki verið að tala um að það komi stýripúls inn, eða stýripúls út af jafnspennunni inn á pinna 11 við 120 gráður, heldur vegna þess að það eru 3 fasar, þess vegna eru 120 gráður á milli púlsana. Það er bara það, sko. Og en hérna sviðið er ræðst af stýrispennunni inn á pinna 11 og það er spurt hérna hve háa jafnspennu með út af brúnni má búast við yfir álægð ef spennan sem er búin til með RF1, það er sem stillivina með hérna RF1, er 2,5 volt og þá er bara að rissa upp sagatannarspennuna og ef að sagatannarspennuna fyrir hæst í 10 volt þá getum við sagt að hérna uppi er 10 volt og svo hérna förum við hérna alltaf aftur upp í 10 volt og þannig að ef að hér eru 10 volt 10 volt, já, þetta er ekki skringilega út, en hér er það 0 volt 0 og við erum með, ef við værum með 5 volt þá værum við með 90 gráð, stýripúls við 90 gráð. Ef við erum með helmingin af 5 voltum, 2,5 volt, þá hljótum við að vera hérna með 45 gráður. Þess vegna erum við með 45 gráð hér. Og þá bara reiknum við, vegna þess að þessi brú, hún er hálf stýrð, þriggja-fasa afreiðisbrú, þá notum við þessa formúlu hér, deilt með 2π. Og þá fáum við spennuna 461,1 volt. Ef að spennan væri 7,5 þá er hún hérna. Ef að spennan er einhvers staðar annar staðar þá er það bara einhvers staðar hérna á leiðinni. Þetta er bara línulegt samhengi upp í 10 volt. Þá er það klárt. Þá förum við í næsta atriði. Sjá. Já, hérna er bara stýrirásin fyrir þetta. Og þetta er bara skraut. Og síðan kemur spennustillir, rafala. Og hérna er þennan spennustillir sem var fyrir aukavaf, rafala með aukavafi. Og hér er bara verið að lýsa því, eða beðum að lýsa því hvað gerist sem sagt ef að staðan er í upphafi einhvern veginn og svo framvegis og hvernig breytist á hvernig stærð frá spennustillinum inn á peruna sem kemur í staðin fyrir segulvafið.
inn á rafalan. Hér hérna sýnt hvernig spennustillirinn tengdur spennugjöfum og ljósaperu til að sjá hvort hann vinnur eins og hann á að gera, og hann gefur út allt að 100 volta jafnspennu. Hann gaf kannski út einhverja aðra spennu, en það bara gefið hérna í þessu dæmi. Hann gefið út hérna 100 volta jafnspennu, og svo spurt ég hver spennan í upphafi yfir peruna og hvaða breytingar verða á spennuna yfir peruna á mynd 2.1. Ef spennugjafinn fyrir raungildið látin koma inn með vaxandi spennu og spennustillirinn í lagi. Nú sjáum við það að í byrjun þá erum við með sérstakann spennugjafa sem kemur í stað aukavafs, og það þessi spennugjafi hérna, og hann að gefa okkur hérna strax 230 volt fæði spennu inn á spennureglinn, og þess vegna lýsir peran á fullu í byrjun. Hún ætti að gefa okkur fullt, ætti að vera með 100 volt eins og segir í dæminu. Og síðan þegar hann nálgast raungildið, þegar raungildið nálgast innstilt kjörgildi, þá lækkar verulega spennan út, og þegar raungildið fyrir upp fyrir kjörgildið, þá ætti bara að slokkna á perunni, því þá ekki meiri þörf fyrir segulmögnun þegar spennan raungildið hérna inn komin upp í eðlilega spennu. Þannig þetta bara reglun, og svo ef að spennan lækkar aftur, þá kæmi ég aftur ljós á peruna, en það myndi bara byrja að vera full bjart, og síðan myndi það dofna og fara svo brút, slökna. Ok, næsta mál, það er úr hinum spennureglinum fyrir Stanford rafala, og hér bara þessi klassíska spurning. Við erum með hérna þessa formúlu hér, og við eigum að segja hvernig þetta gerist. Við eigum að útskýra hvað áhrif það hefur á transistor 1, þannig hérna. Ef raungildið lækkar inn á rásina, raungildið kemur hérna inn á R6, ef að það lækkar, fer hérna niður, þá hækka hinar spennurnar á móti, og það sem hefur áhrif á transistorinn, það base emitter, og þá hefur það áhrif á transistorinn að hann leiðir meiri base straum, hann opnar meira, og IK verður meiri. IK og IB stækkar. Það ekki hægt að skrifa á þetta. Við hérna getum sagt að það hækkar. IBase hækkar, og þess vegna hækkar IK. Það það sem þetta hefur áhrif á transistorinn. Svo, næsta mál. Það áhrifin, og það ekkert sýnt. Ég ætla að þetta svipað, þarna bara mínusinn á B. Ég var að fara yfir þetta.
sjá hvort við getum gert þetta í gegn. Ég þarf að minnka þetta aðeins hérna eða sleppur þetta núna hjá mér. Já, það sleppur núna. Förum aðeins yfir þetta. Þannig erum við með plúsin á A og mínusin á B. Og í fyrsta tímabili þá erum við með S1 á A, svona, S4 á S5 á, S4 á S5 á. Og þá þýðir það að við fáum hérna frá plúspól á spennugjafa í gegnum S1 inn á plús á spennumæli og mínusinn á spennumælinn hann tengist beint hérna á mínus á spennugjafa. Þannig að við fáum bara fulla spennu fyrst. Fulla spennu hér, svona. Hvað gerist í tímabili 2? Skulum sjá. Þá erum við með S1 áfram á, S4 á og S6 á. S6 á, S4 á, S1 er á. Er ekki alveg það sama? Af því að S1 er á og S4 er á. Plúsin á spennugjafa fer áfram inn á plús á spennumæli og mínus á spennumælin fer niður í mínus á spennugjafa. Það er áfram plús. Áfram plús. Hvað gerist svo? Gleymdi að þurrka hér. Svo kemur þriðja tímabil og þá erum við með S1 á, S1 er á, S3 er á, S3 er á og S6 er á. S6 er á. Ok, plúsin kemur hérna, S1 leiðir hann inn á plúsin á spennumælinum, en hérna verður breyting að mínusin á spennumælinum hann tengist líka inn á plús í gegnum S3. Þannig að þeir eru bara skamhleyptir, þannig að nú verðum við með 0 hérna, svona, og hvað svo? Svo er það 4 tímabil, þá erum við með á hérna S2, S2 er á, S3 er á og S6 er á. Svona, ok, þá fáum við hérna frá plúspól inn á gegnum S3 inn á mínusinn á mælinum, þannig að við búumst við neikvæðri spennu. Plúsin á spennumælinum hann lendir hérna niður á mínusinn á spennugjafanum. Þannig að við erum hérna með neikvæða spennu í 4 tímabil. Svona. Ok, hvað er 5. tímabil að gera? 5. tímabil erum við með S2 á, S3 á og S5 er á. S2 er á, S3 er á og S5 er á. Svona. Ok, þá fáum við hérna ennþá plús frá spennugjafa í gegnum S3 inn á mínusinn á spennumælinum og plús á spennumælinum fer áfram hérna gegnum S2. Þannig að við erum áfram með mínus, fullan mínus á spennumælinum. Ok, hvað gerir svo 7. tímabilið? Það er þá S2 er á, S4 er á,
og S5 rá. Þá fáum við mínus frá spennugjafanum inn á plúsin á spennumælinum og við fáum mínus á spennumælinum líka inn á mínusin á spennugjafanum. Þannig að við erum bara með enga spennu á spennumælinum. Svo að þetta hérna fer í 0. Svona. Þetta er málið. Ok, þá er þetta komið frá aðeins öðruvísi form þegar mælinn er tengdur annars þar. Svo er spurt hér í 3 gráðum þörf á truflanabeiningu og hvað er viðnám þéttis og spólu við 5. yfirsveiflu í 50 riðakerfi. Þegar er 5. yfirsveifla þá er það 5 sinnum grunntíðnin sem er 50 rið. Og þá notum við formúlu fyrir spóluna annars vegar og þá er þetta ennþá mjög lágt viðnám því að það þarf öðruvísi aðferðir til að ná þessum tíðnum í burtu. Hérna erum við bara með 0,157 og viðnám þéttisins er ennþá stórt 6366,2 ohm. Það er svo 5-föld grunnsveiflan. Ok, síðan er spurt hérna í 5. spurningu með íhljóti hvaða munur er á venjulegum transistor. Þetta er bara bipólar transistor sem við lærðum í rafdækni 100. Þetta er stærsti transistor sem voru með þar, 16 ampera, 23055 og síðan IGBT. En IGBT hann er með sviðsáhrif í inngangi en eiginleika venjulegs transistors í útgangi. Hann er sérst insulated gate, þess vegna er sviðsáhrif í honum í innganginum. En sem sagt bipólar transistor, þá er venjulegs transistors, bipólar transistors í útgangi. Þetta leiðir til þess að það er auðveldara að ná hærri roftíðni með insulated gate bipólar transistor heldur en með þess að venjulega gamla 23055. Sem sagt venjulega bipólar transistor þarf 0,78 spennu og mun meiri base straum inn á basein eða stýrskauti til að virka heldur en ekki. Sem sagt, hérna höfum við spurningu hvers konar brú býr til þessa spennu hérna og vegna þess að hér erum við með svona aflíðandi og miklu færri stýripúlsa að þá er þetta hálfstýr 3 fasa afreiðsbrú og þetta er myndin af henni. Það eru bara 3 týristórar og 3 díóður. Og síðan átti að reikna út spennuna yfir álagi við 30 gráðu opnu horn og þá er maður að nota formúluna fyrir hálfstýra 3 fasa afreiðsbrú deilt með 2 sin pi og svín 1 pluss cos 30 gráðum 504 volt kom út úr því. Nú síðan í þenn gelið þá er beðið hvað þessi stýrið aðferð kallast, stýrð hálfbylgju afröðun er þetta hér og þá að teikna spennuna yfir álagið við 45 gráður. Áðanum vorum við með spennuna, já ég man ekki hvort það var við 90 gráður en hérna erum við allavega með spennu á álagið við 45 gráður og hérna er bara annað sem sagt neikvæða rauðbylgju hlutin er ekki nýttur. Svona er þetta og síðan er spurt hérna í elið hérna erum við með jarðströmsmótor tengdan riðspennuneti gegnum 2 týrstóra brýr og svo spurt í hve mörgum fjórðungum getur rásin unnið og það er náttúrulega það að hún getur unnið í öllum 4 fjórðungum og við höfum að sýna þetta í hnitakerfi og höfum að hafa snúðstraum mótorsins lárétt og snúðspennu lóðrétt og útskýra þetta í nokkurum orðum og það er hægt að gera það svona. Hér erum við þá með, í fyrsta fjórðungi erum við með brú 1 í mótoravirkni og í fjórða fjórðungi erum við með brú 1 í rafalavirkni
og í þriðja fjórðungi erum við með brú 2 í mótorvirkni og í öðrum fjórðungi erum við með brú 2 í rafalavirkni. Og ef við værum að nota þau í spilkerfi þá værum við í rauninni bara að nota brú 2 hérna í mótorvirkni í þriðja fjórðungi og síðan brú 1 náttúrulega í mótorvirkni hér og síðan í brú 1 í rafalavirkni hér þegar við erum að slaka. En það var ekki beðið það, bara hvað væri hægt að nota þetta í mörgum fjórðungum og hvernig þetta myndi vera að vinna í hvaða fjórðungi. Þetta er málið. Ok, síðan var bara sama hefðbundna spurningin þetta með aukavafið að spennugjafinn sem kemur staðið fyrir aukavafið er að gefa fulla spennu og raungildi er í 0 í byrjun. Þá fáum við fyrst fulla spennu inn á segulvafið, fulla spennu á peruna og síðan þegar að spennan hækkar inn sem raungildið að þá dregur síðan úr spennunni út og það dofnar á perunni. Þannig að þá vinnur spennustýringin rétt og þá slokknar á perunni þegar spennan komin alveg upp í 230 volt. Og síðan hitt atriðið varandi þetta ef að spennan inn frá rafalanum hækkar inn á rásina hérna, þá hækkar spennan yfir R6 og þar leiðandi þá dregur úr hinum spennunum og base-emitted spennan lækkar, þar leiðandi það lækkar base-straumurinn og lækkar kollektorstraumurinn í transistor 1. Ok, og síðan hérna varandi þessa áriðun, þetta var sama og við vorum farið yfir áðan, spennumælinn pluss á A og mínus á B, sama formið, og síðan er hérna tríakás. Og hér spurtum að reikna spennu yfir álægið eða kveikipúlsin gefur 90 gráðum eftir að riðspennan fyrir gegnum 0 punkt. Spennan inn er 230 volt og þá erum við bara með þessa útreikninga hérna 90 gráður og þá er þetta að setja þessa tölu inn svona og við fáum 162,6 volt. Í B-lið þá er spurt hvað er verið að mæla hérna. Ég held að við höfum spurt þetta áður, en það er verið að skoða strauminn hérna. Og svo er spurt hlutverk díak í stýrirásum með tríak. Hann byggir yfir þessu spennu og gefur stýristrauminn á stýriskaut tríak þegar brotspennu díaksins er náð. Og hvaða ávinningur er að hafa 2 tímastuðla í stýrirás við tríak, sem sagt 2 stykki af viðnámum og þéttum, 2 þétta, 2 viðnám. Þetta eykur stöðuleika rásarinnar við stórt opnunarhorn. Þegar ljósið er dauft, þá er síður að verði flökt á ljósinu. Þetta eykur stöðuleika rásarinnar. Og hérna sjáum við 2 tímastöðlar. Þéttir C1 og R1 og R1 og svo R2 og C2. Þetta er tímastöðul nr. 2. Og hvað kemur svo? Íhlutir. Svipað eins og við höfum haft áður. Mjúkræsir er hérna á mynd 5.1, tíðnibreytir á mynd 5.2 og hvaða íhlutir eru notaðir í kraftrás 5.1. Þetta eru týristorar náttúrulega í öfugri hluttengingu og íhlutirnir á 5.2 eru insulated gate bipolar transistorar. Það eru 6 stykki af þeim hérna og mótunar aðferðin er kölluð pulse width modulation á ensku sem við getum kannski þýtt sem pulse víddarmótun eða pulse breiddarmótun.